Jæja, velkomin Árni. Takk fyrir það. Seltjarnarnesið. Já. Og þessi fjandans hóla. Já, ég ákvað að velja hana sko. Þetta er svona áhugaverð hóla, það er náttúrulega tjörnin skemmtileg. Þetta strákheiðarlega rafmagnsmastur sem hefur aðeins áhrif á mann líka. Svo fannst mér skemmtilegt líka hvað því var illa við hana. Þannig að ég ákvað að slá til. Kvikindi sem þú ert. Ég sé að þú ert að leika overhetjuna, þannig að þú tekur dræfirinn. Já, ég ætla allavega að láta það reyna, sjá hvað gerist. Já. En það getur auðvitað brugðið til beggja vona sko. Þetta er ekta svona risk and reward hóla sem þú segir á mjög slæmri íslensku. Já, þú getur ef þú átt gott högg alveg verið bara ansi nálægt. Hvernig lítur þetta út? Já, hann svolítið til vinstri en þetta er nú allt í lagi lengd á honum. Ég þarf að tippa honum þarna yfir. Já. Og hvernig vildi það svo til að þú byrjaðir í golfi? Já, það er orðin einhver 5-6 ár síðan. Já. Og svona bara prófa mig áfram og hef gaman að því og en þetta svona, maður hefur ekkert ofboðslegan tími í þetta þegar maður er með húsið fullt af ungum börnum. Já, já. En maður svona reynir að skjótast helst á kvöldin svona þegar það komið ró yfir heimilið. Svo er náttúrulega málið að fólk nefnilega þarf síðan ekkert alltaf að spila átum. Akkurat. Það er engin regla sko. Akkurat, 9 eru mjög fínar. Akkurat. Ég líti á mig sem efnilegan kylfing. Já. Ekki að því ég sé ungur. Nei. Heldur svona, minn leikur er í mótun. Akkurat. Svo held ég að þetta blómstri út sko þegar þú svona dettur í að verða almennilega miðaldra. Akkurat. Svona kannski yngstu börnin orðin. Svona 7, 8, 9, 10 ára eitthvað svoleiðis. Þú ert búinn að sá fræinu. Akkurat. Og það er svona farið að kíkja upp. Já, þá flyttum maður lögheimili á golfvöllinn. Ekki oft sem maður er með blóma samlíkingar en heyrðu, ég slapp í bunkerinn. Já. Rétt svo reyndar. Ég veit. Þú ert aðeins. Ég var aðeins lengra til vinstri. Já, þú ert smá trikk í vipp fyrir höndum þannig að síða. Lendi ekki í bakkanum og skjótast eitthvað át og báns og eitthvað. Akkurat. Ekki það ég ætla að hræða þig neitt. Nei, einmitt, engin pressa en reynir á mann. Nú leysa þið eitthvað betur en þetta. Við skráum þetta á riðið. Já, akkurat. Það er vetrarriðið sem gerði þetta verkum. Akkurat. Já. Síðan aðeins. Ekki algalið. Ekki algalið. Þetta er miklu betra högg heldur en að við reiknuðum með. Við sáum ekki hólinn á hann. Miklu betur en maður átti skilið sko en þetta er að verða áhugavert. Hörðu, ég þarf að taka á hann stórum mínum. Ég er einhvers staðar. Það er næstu því út fyrir sko vallamörk. Akkurat. Já, rétt yfir bunkerinn. Þessi hefur nú alveg mátt. Já, það var smá auka skopp á leiðinni sem tók þetta. Hörðu, ég ætla að klára þetta. Já. Súrt var það. Þú vannst mig einhver síður. Ég skal játa það núna svona eftir að mér hefur gengið vel á þessari hólu. Já. Þannig að það er eitthvað við hana svona, eitthvað sem laða með henni sko. Aðeins svona í lokin, þú ert lagfræðingur með rekstur, svo alltaf svona fjölmiðla taug í þér. Já, það var eitthvað aðeins að svona í því á og til sko. Alltaf með hlaðvarp við drengirnir af hisminu og svo var ég fór ég í handritsgeirann líka. Akkurat. Með hversdagsreglunar stöð 2 núna í vetur. Akkurat. Þannig að já, maður er alltaf eitthvað aðeins að ekki hafa öll eggin í sömu körfunni. Nei, hafa alltaf kreatífi hliðinni lifandi. Já, maður er að gera það í og með sko, innan lögfræði dóðarandanna sko. Akkurat. Árni, takk hérlega fyrir að spila þessu hóli með mér. Takk sömuleiðis.